Gleðilega hátíð, ljósana hátíð gengin í garð. Jólanótt dulmagnaður tími, ólíkir heimar opnast, ólíkra trúar bragða og menningar heima. Það opnast á milli og við deilum með hvert öðru og samtengjumst stund og skiptumst á kveðjum. Ef við leyfum okkur að flæða með, þá hér mót himins og jarðar að ræða. Við sjáum mun lengra en áður ef við leyfum okkur að vona og dreyma meira en hversdags. Okkur lyft upp í hátíð og við öll eins ólík og við erum tökum höndum saman í tali og himneskum tónum og flæðum með. Við erum hér í Fríkirkjunni við Tjörnina sem hefur starfað í 125 ár. Ég hef verið hér í forsvari í rúman aldarfjórðung. Trúfrelsi eitt af okkar grunngildum. Við sem hér störfum lítum ekki svo á að við höfum höndlað sannleikann. Engin trúarbrögð hafa gert það. Leið og við leggjum ríka áherslu á að við þekkjum okkar eigin menningar og kristna trúargrunn, þá hefur Fríkirkjan opnað dyr sínar fyrir öðrum trúar og lífsskoðunar félögum. Í þeim anda hér einstaklingum boðið af ólíkum trúarhefðum og lífsskoðunum að ávarpa þjóðina á jólum. Með sama hætti og við óskum vinum okkar af öðrum trúarhefðum heilla og hamingju á þeirra helgu hátíðum. Við bjóðum hér í kvöld upp á tónlistarveislu. Njótum. Gleðjumst allir góðir menn, því Guðsson fæddur hann sefir vaki andi hreinn, æ því fögnum vér. Þú sem breytir vatn í vín og veittir blindum sýn, á hafsins öldur hastar þú, frá himni stjarna skín. Tendrum ljós sem logi nótt, lof sé þeirri stund, komst þú hér með kærleik þinn, þú komst á okkar fund. Í nótt allt svo undurbjart og yfir færist ró. Í heimi mannsins háð stríð og hjarta saklaust dó. Gefðu öllum viss og von veröld full af sól, því Guð hann okkur sendi son, við syngjum honum jól. Gefðu öllum viss og von veröld full af sól, því Guð hann okkur sendi son, við syngjum honum jól. Skilurðu? Þetta segir konan mín oft við mig þegar hún að útskýra eitthvað fyrir mér. Flókið fyrir mér, einfalt fyrir henni. Hún eldklár, fljót að hugsa, miklu fljótar en ég. Hún sýnir mér skilning, ég mæti skilningi. Fyrir 1000 ára var goðsögnin af skilningstrénu rituð og hún skráð á fremstu síðum Biblíunnar og þar segir:
Þá plantaði Drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og Drottinn Guð lét spretta af jörðin alls konar tré ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Guð sagði að því tré mættu þau ekki eta. En höggormurinn sagði aftur á móti, en Guð veit að leið og þið etið af því þá ljúkast upp augu ykkar og þið verðið eins og Guð, skynjið gott og illt. Skilningur getur verið margskonar, vitsmunalegur, rökrætt, listrætt og einnig tilfinningarlegur skilningur sem mjög ljúft að upplifa. Sumt ofvaxið okkar skilningi og það mjög mikilvægt að skilja það. Við leitumst við að skilja hlutina, þannig vöxum við í þekkingu og þroska, en það mikill misskilningur og getur jafnvel gert okkur verulega hættuleg þegar við þurfum að halda það að við getum skilið allt og þannig höndlað sannleikann. Skilningar vit okkar og tól eru verulega takmörkuð sem og okkar líffræðilega heila stærð sem Homo sapiens og það setur skilningi okkar verulega mörk. Hvenær skiljum við hlutina til hlítar? Það eru djúpstæðar deilur inn á heimili, það eru margvíslegar langvarandi deilur og átök á hinum alþjóðlega vettvangi. Skiljum við þetta ekki allt saman? Hvaða afstöðu tökum við með þessum eða hinum? Það erfitt að sitja hlutlaus klofvega á girðingunni á milli deiluaðila þegar efsta lag girðingarinnar þakið þyrnum, göddum og glerbrotum. Við lendum öðrum megin og tökumst til við að safna okkur upp rökum, ástæðum, sönnunum, dæmum, réttlætingu til að sýna öllum að við skiljum hlutina alveg rétt. Slíkt leiðir ekki alltaf til aukins skilnings. Það að skilja tilveruna hefur verið viðfangsefni okkar færustu hugsuða í þúsundir ára. Þeim mun eldri sem ég verð, þeim mun betur ger ég mig grein fyrir því hversu lítið ég sjálfur skil. Stóri sannleikurinn svo miklu stærri en við sjálf. Í dag lifum við hér á Íslandi í fjölmenningar samfélagi. Lífssýn fólks, menningar bakgrunnur, trúarbrögð fólks og tungumál, allt þetta nokkuð fjölbreytilegt. Þess vegna gagnkvæmur skilningur okkur öllum lífsins nauðsyn. Ef við fræðum ekki börn okkar okkar eigin kristnu trúarhefð og íslensku menningarsögu, þá munu þau eiga verulega erfitt með að fóta sig í fjölmenningunni. Þetta þurfum við að skilja. En ef við dveljum við það sem aðgreinir, þá leiðir það til aðskilnaðar en ekki til gagnkvæms skilnings eða til sátta. Í vissum samfélagslegum skilningi má segja að skilningur sá eiginleiki að geta sett sig í spor annarra. Grunnstef allra stóru trúarbragðanna þetta: þú skalt koma fram við náunga þinn eins og þú vilt að náungi þinn komi fram við þig. Það krefst skilnings, það þarf að skiljast. Í skilningsríkum samtölum leitum við ekki eftir því sem aðgreinir eða dregur fólki dilka, heldur leitum við eftir því sem við eigum öll sameiginlegt. Sameiginleg markmið allra jarðarinnar barna, okkar sameiginlegu mennsku. Skilurðu?
Gott kvöld. Gott kvöld. Bismillahirrahmanirrahim. Í nafni Allah, hins nöðuga, hins miskunnsama, lofaðu segja Allah, drottinn alheimsins, hinn náðugu, hinn miskunnsami, meistari dómdagsins. Þótt við höldum ekki jól, sendum við okkar hlýjustu kveðjur og óskum til alla sem gera það. Rétt eins og við fögnum eid, sem tíma gleði, samveru og íhugunar, viðurkennum við gleði þessa ástíma. Þetta tími þar sem fjölskyldur koma saman, fyrirgetnir veit og góða stundir að skápa þar. Við langar að deila orðum Ísa, sem Jesús, friður sé með honum, úr Koraninum. Jesús sagði, hann hefur gert mig að blessun hvert sem ég fer og hefur lagt fyrir mig að biðja og greiða ölmusu svo lengi sem ég lifi. Við biðjum fyrir unga fólki á Íslandi að það vaxi í visku, góðvildi og friði. Við biðjum líka fyrir fólkinu í Grindavík sem takast á við erfiða tíma vegna eldgossins. Við biðjum líka fyrir eldra fólkið. Megi þau finna kærleika og hlýju og vita að þau skipta máli og eiga alltaf sérstakan stað í hjörtun okkar. Að lokum sendum við sem fjölskylda hlýjar hugsanir og bænir til alla Íslendinga. Megi fríður og blessun vera með ykkur og öllum. Gleðileg hátíð og gleðileg jól. Snemma þegar ég tók við sem allsherjargoði þá lenti ég í því að þurfa að vera með útfars sem yrði helst að vera í kirkju. Og það var ekki mikið pláss fyrir heiðingja sem við í kirkju með þar lands, eða var það ekki á þeim tíma. Og ég talaði við sér að Hjart Magna vinn minn og hann bauð mér að koma hingað í Reykjavík og vera með athöfn sem að mörgum þótti einstök. Og þetta var til þess að þegar hrunið var á Íslandi þá mundu sumir eftir vinátt okkar beggja. Og við vorum bænir að koma og helga miðju Íslands við félagarnir og vinirnir
og það var kert upp á miðju Íslands, rétt upp á áramótum á 4 jeppum og það var búið að finna hérna nýja jarðfræðilega miðju landsins og það voru við saman með athöfn, þessu blöndum við saman Fyrsta Mósebók og Völuspá. Og þetta var slík athöfn að hún verður lengi minnum höfð. Og ég held að Viðreisn landsins hafi byrjað á þessari stundu. Jólin eru fæðingarhátíð. Það að finna sláandi hliðstæður á milli fornu asísku trúarhefðana í austrinu, hindúisma og búddisma annars vegar og hins vegar þriggja eingyðis trúarhefðana, gyðingdóms, kristni og íslam sem eiga rætur sínar í Mið-Austurlöndum. Tökum sér dæmi fæðingarfrásagnir Jesú og Búdda. Báðir voru þeir fæddir af hreinlífri konu í skæru himnesku ljósi. Búddísk goðsögn greinir meira að segja frá því að nýfætt barni hafi verið vafið reifum. Indverskir spekingar hylla Búdda og vitringarnir úr austrinu fagna komu Jesú. Báðir Búdda og Jesú fæðast þegar móðirinn á ferðalagi og hvorugur fæðist í mannabústað. Sendiboðar eru viðstaddir í bæði skiptin og þeir gera nánast því sama, þeir syngja lof og dýrð og tilkynna merkan atburð. Síðan eru til frásögur af þeim báðum sem andlegum undrabörnum í þeirra uppvexti. Samsvörunin hreint ótrúleg. Það á einni við svo margt annað, til dæmis þeirra boðskap. Báðir lærimeistararnir skírskotuðu til hinnar gullnu reglu að koma fram við aðra eins og maður vill að aðri komi fram við sig. Hvor þeirra Búdda eða Jesú sagði, sjáðu sjálfan þig í öðrum. Hvor þeirra var það? Jú, það var Búdda. Hitt orðalagi þekkjum við og svo sem þeir vilja aðrir menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Merkingin nákvæmlega sú sama. Mörg þekktustu ummæli Jesú að bjóða hinn vangan að elska óvini sína og að sá sem sverði bregði muni fyrir sverði falla, endurspeglast í orðum Búdda sem var uppi 500 árum fyrr. Hliðstæðurnar eru ótrúlega margar. Siðaboðskapur þeirra og vísdómur var slíkur að þeir lögðu hvor sig grunn að helstu trúarbrögðum heimsins. Og það að skoða það sem sameiginlegt með andlegum boðskap Jesú og til dæmis Búdda eykur á trúverðuleika þeirra beggja. Það að viðurkenna hin ýmsu trúarbrögð þarf ekki að leiða til efa eða afstæðishyggju. Ég trúi því að ef Búdda og Jesú hefðu einhver tímann hist, en það voru 500 ára milli þeirra, þá hefði hvorugur reynt að breyta hinum, því að þeir kunnu að meta hvorn annan. Þeir könnuðust við kjarnan. Tveir þekktustu trúarleiðtogar veraldar á okkar tímum, Hans heilaglegi Dalai Lama, andlegur leiðtogi Tíbeta og búddista og kristni erkibiskupinn Desmond Tutu frá Suður Afríku, þeir náðu að hittast nokkrum sinnum.
Tveir vitrir og lífsreyndir öldungar, báðir friðarverðlaunahafar Nóbels og andlegir leiðtogar milljóna ef ekki biljóna. Báðir þurftu þeir að takast á við margvíslega örðugleika, kúgun, útlegð og ofsóknir. Fóru þeir að metast eða deila þegar þeir komu saman? Nei, aldeilis ekki. Þeir smullu saman í eitt, skynjuðu samhljóm og samhygð, þeir þurftu engin orð. Milli þeirra var kærleikur og mikil gleði. Saman gáfu þeir síðan út bókina gleðina. Þið þurfum að finna þessa bók, gott fólk, og lesa hana. Ef rétt á haldið, þá getur fjölmenning aukið skilning okkar á hvert öðru og leitt til þess að við opnum augu okkar fyrir því hvað við erum öll samtengd, og það ætti að útvíkka og auðga okkar eigin hugsun. Ég þakka allt sem á ég í dag. Ég þakka hverja gjöf, hvert sólarlag. Hvað sem verður á morgun, ég bara hugsa það þá. Hvað sem verður á morgun, það tímans að sjá. Ég þakka allt sem lifið nú. Ég þakka og held áfram í trú. Hvað sem verður á morgun, ég bara hugsa það þá. Hvað sem verður á morgun, það tímans að sjá. Og það öllu fær breytt ef ég man að mig vantar ekki neitt. Já, það öllu fær breytt ef ég man að mig vantar ekki neitt. Bara ef ég man að þakka. Það eina sem ég þakka. Ég þakka. Megi friður ríkja á jörðu, kveðja sem á í raun alltaf vel við. Ekki síst á jólunum sem í mínum huga friðarhátíð allra manna. Því Jesú Kristur boðaði jú frið fyrir allt mannkynið. Fyrir mér þessi friðarboðskapur jafn róttækur í dag og hann var á sínum tíma. Friðurinn sem jólaboðskapurinn ber með sér í mínum huga sami friðurinn og sá sem Búdda boðaði. Sameiginlegur friður allra manna. Friðurinn sem alltaf hér og nú
og hefur aldrei yfirgefið okkur. Þessi djúpi kyrrðarfriður ekki fjarlægt markmið sem raungerist kannski einhver tíman í framtíðinni. Heldur friður alltaf hér og nú og stendur okkur öllum til boða. Það því engin leið sem liggur að friði, heldur leiðin sjálf friður. Hvert einasta orð, hver hugsun, hvert skref á lífsins göngu felur í sér fræ, friðar og jafnréttis. Megi friður ríkja á jörðu djúp og falleg kveðja, sem fer handan allra trúarbragða og hugmynda okkar mannanna. Ef við meðtökum friðinn af heilum hug og öllu hjarta, getum við séð sólina í regndropanum, regndropan í gróðrinum og okkur sjálf í gróandanum og skynja djúplega að eitt lítið blóm felur í sér allan alheiminn. Með því að vera friðurinn sem við óskum okkur, sjáum við það smáa í því stóra og það stóra í því smáa. Hvernig allt tengt órofa böndum. Manneskja sem tengist þessari djúpu friðsæld gengur í friði og veit að stríð og ófriður afneitun á fegurð og töfrum augnabliksins sem sameinar okkur öll. Með þessum orðum óska ég ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á ári komandi. Megi friður ríkja á jörðu. Namaste. Today I'm going to chant a Shanti mantra
from one of the ancient knowledge systems of India called the Yajurved. And the mantra goes as Om Dhyau Shantir Antariksham Shantihi Prithvi Shantir Apaha Shantir Oshadaya Shantihi Vanaspataya Shantir Vishwadevaha Shantir Brahma Shantihi Sarvam Shantihi Shantir Eva Shantihi Sama Shantir Edhi Om Shanti Shanti Shantihi. This beautiful chant is calling for peace everywhere. It begins by calling for peace of Dhyau. Dhyau refers to the heavenly planets. Antariksham Shanti. Antariksh refers to the eternal, beautiful space of sky and beyond. Prithvi Shantir, the Mother Earth who sustains us, that's Prithvi. Apaha Shantir, Apaha refers to waters. Oshadaya Shantihi, Oshadaya refers to the herbs that protect us. Vanaspatayaha Shantir, Vanaspataya refers to the trees and the forests that sustain us. Vishwadevaha Shantir, Vishwadevaha, a compound word where Vishwa refers to the universe and Deva refers to the divinity sustaining the universe. Brahma Shantihi, Brahma refers to the creator. Sarvam Shantihi, may all be at peace. Shantir eva Shantihi sa ma, you and me be blessed with Shantihi. Shantir edhi, this is what the prayer is for. And it ends up with 3 peace voices. Shanti, Shanti, Shantihi. The first Shanti is for peace within me. The second is for peace between us. And the third Shanti is calling for peace for the beings on this earth and the nature, the cosmos. Namaste. Sat
Kæru landsmenn, við í Hugleiðsluskólanum Lútershúsi óskum ykkur gleðilegra en ekki síður friðsælla jóla og komandi árs. Í kringum jólahátíðina þá kveikjum við gjarnan á hinum ýmsu ljósum til að lýsa upp myrkrið og skammdegið. En kannski allra mikilvægast að hlúa að og halda innra ljósinu logandi. Sálarljósinu. Og mér langar að leiða ykkur inn í örstutta hugleiðslu. Ég beini athyglinni að ennissvæðinu og ég hugsa mér fyrir innan ennið geislandi bjart ljós. Ljósið fyllir höfuðið mildum, friðsælum bjarma og þaðan streymir þetta innra ljós sálarinnar út í heiminn og geislar friði, kærleik, styrk og von. Flæðir áfram út í heiminn, umvefur alla jarðarbúa og náttúruna, djúpum, heilandi, sameinandi frið. Síðan kem ég út úr hugleiðslunni og held áfram inn í jólin með frið í hug og hjarta. Gott fólk, hér hefur verið komið inn á það hvernig við skiljum hvert annað, menningar, skilning á því hvernig trúarbrögðin samtengjast, hvernig við getum skilið hvert annað öll jarðarinnar börn. Fulltrúar ólíkra trúar hefða og lífskoðunarfélaga hafa flutt okkur kveðjur. Ég hef nefnt þetta áður hér á þessum vettfangi en lítum aðeins á manns höndina. Fingurnir 5. Þeir geta táknað 5 stóru trúarhefðirnar, hindúisma, búddisma, gyðingdóm, kristni, íslam. Fingurnir eru vel aðgreindir, hver hefur sitt hlutverk, en ef þú skoðar þá vel og ferð dýpra og ferð ofan í grunninn, þá má sjá að fingurnir 5 tengjast allir saman í hendinni í lófanum. Sama blóðið streymir þá alla, frá sama kærleiksríka hjartanu. Hönd Guðs, þess sem skapaði okkur öll í sinni mynd, heimsum ból, hann skaparinn er að verki í þeim öllum, hverjum og einum. Þegar þú kafar dýpra ofan í hverja trúarhefðina fyrir sig, þá ferðu að sjá að þau, trúarbrögðin, leiða þig að samhygð og náunga kærleikur er drifkrafturinn í þeirra boðskap. Þó svo að ytri umbúðir kunni að vera gjörólíkar. Gott fólk, ég legg til að við förum hér með möntru. Í hindúisma, búddisma er farið með möntrur, eins og við heyrðum hér í kvöld. Við innan okkar kristnu trúarhefðar eigum eina góða möntru. Það er sú bæn sem ég trúa við flest þekkjum, bæn sem hefur virkað vel í 2000 ár. Þetta er svo bæn, svo þula, svo mantra sem yfirlýsti guðleysingjar hafi yfir á ögur stundum þegar menn eru komnir upp við vegg og allt er komið í þrot. Þegar maður er flughrættur til dæmis eða upplifir jarðskjálfta og síðan voldug eldsumbrot, kannast engi við þetta. Þetta er eina bænin sem að unga Jesú barnið átti eftir að kenna. Það er margt sérstakt við þessa bæn. Segjum á að allir kristnir menn, karla sem konu, hafa farið með þessa bæn. Orðið Kristur eða kristni kemur hvergi fyrir í bæninni sjálfri. Segjum á að farið sé með bænina í öllum kristnum kirkjum daglega, en orðið kirkja kemur þar aldrei fyrir. Vissu við það? Í bæninni er hvergi minnst á presta, biskupa, kardinála eða páfa. Faðir vorið nefnir hvergi helvíti, þó svo fals hugmynd kirkjustofnunarinnar hafi oft verið notuð til að hræða fólk til undirgefni. Faðir vorið gæti raun fallið inn í bænabók gyðinga í hvaða synagógu sem enda er þetta gyðingri bæn. Faðir vorið gæti hljómað í hvaða mosku múslima sem án þess að hún truflaði eitt né neitt. Einnig gæti hún hljómað í musterum hindúa og búddista. Grunn hljómurinn er sá sami, svo opin er þessi merka bæn. Við öll komum örugglega úr ólíkum áttum, hvað var það trú, ekki trú, lífsýn, en ég legg nú til
að við saminumst nú á þessari dulúðlegu nóttu, nú þegar opið er á milli ólíkra andans heima, að við sameinumst og tjáum vonir okkar betri heim öllum jarðarinnar börnum til handa, í bæn frið og hamingju heims ból. Virkjum þá guðlegu orku sem innra með okkur öllum, hverju og einu. Kyrjum, biðjum, segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það er við hæfi að enda þessa fjölmenningarsamveru á ljóði eftir þjóðskáldið okkar, Matthías Jochumsson, þar sem hann yrkir sín bernsku jól. Jólin 1891. Fullvel man ég 50 ára sól, fullvel meir en hálfrar aldar jól, man það fyrst sviftur allri sút, sat ég barn með rauðan vasaklút. Kertin brunnu bjart í lágum snúð, bræður fjórir áttu ljósin prúð, mamma settist sjálf við okkar borð, sjáið en þá man ég hennar orð. Þessa hátíð gefur okkur Guð, Guð hann skapar allan lífsfögnuð, án hans gæsku aldrei spritti rós,
án hans náðar dæi sérhvert ljós. Þessi ljós sem gleðja ykkar geð, Guð hefur kveikt, svo dýrð hans gætuð séð. Jólagleðin ljúfa, lausnar hans, leiðir okkur nú að jötu hans. Síðan hóf hún heilög sagnamál, himnesk birta skein í okkar sál, aldrei skyn né skilningskraftur minn skildi betur jólaboðskapinn. Lát mig horfa á litlu kertin þín, ljósin gömlu sé ég þarna mín. Ég aftur jólaborðið við, ég á enn minn gamla sálar frið. Góði landsmenn, við fríkirkjufólk þökkum fyrir samveruna í kvöld á helgri hátíð og óskum ykkur Guðs blessunar á jólum. Við þökkum þær fögru kveðjur sem okkur öllum hafa borist frá ólíkum hefðum trúarbragðanna. Og sama hvaðan við komum, sama hver menningar arfleiðin sama hvaða trú við aðhyllumst, þá eigum við svo margt sameiginlegt. Megi okkar æðri máttur gefa að við berum gæfu til að virða hvert annað eins ólík og við erum systkin samt. Einungis í gagnkvæmri virðingu og hönd í hönd munum við ná að takast á við allt það sem nýtt ár ber í skauti sér. Heims ból, helg eru jól. Þetta sálmur samhæringar. Tökum öll undir.